Einu sinni var 23. þáttur Vor í Evrópu. Tækninni fleygir fram. Árið 1673 hannar Huygens túbuna. Árið 1695 birtist pottur Papins. Og árið 1700 vél Savarys. Árið 1705 hannaði Newcomen vél og James Watt árið 1765. Árið 1770 birtist vagn Cunoz og vél Trevithick's árið 1801, eins konar eimreið. Árið 1829 var friður í Evrópu eftir Vínarfundin. Ósigur Napóleons við Waterloo tryggði Bretum yfirráð. Horfðu hingað. Eyjaskeggjar réðu brátt örlögum 240 milljóna manna. Er þetta búið? Já. Vertu nú kyrr. Búið. Er þessu lokið? Já, já. Gjörðu svo vel. Ég þakka. Komdu þið nú til verka! Jæja, hér kemur skipið. Velkomin til Liverpool, meistari. Herra Stefánsson býst ég við. Meistari. Góðan dag, góðan dag. Gerðu svo vel. Já, takk. Getum við numið staðarandatak? Alveg sjálfsagt. Þetta er býsna athyglisvert. Hugsa sér. Tækninni fleygir fram. Því máttu trúa að innan tíðar verða þessi tæki gufuknúin. Sannaðu til. Það er hérna. Fyrir takk. Sælt er fólkið. Þetta er sonur minn, Robert Stevenson, og hér er svo skrautfjöður okkar, Flaugin. Völdin í þjóðfélaginu höfðu færst til borgarastéttarinnar. Hún hagnaðist á verslun, versmiðjum og gangi gufuvélana. Vinnu var erfitt að fá og jafnvel vinnandi menn bjuggu við fátækt. Hert upp hugan. Komist eimreið okkar í gagnið skal ég setja upp pípuhatt og þá gengur litlu fjölskyldunni allt í haginn. Við sjáumst í kvöld, börnin góð. Bless, pabbi! Ég er orðinn seinn. Bless, mamma! Stans. Það er víst hér. Jú, engin vafi. Meistari, ég er David Gordon og þetta er nýjasta uppfinning mín. Stórkostleg, ekki satt? Þetta er ágætt en ég hef ekki áhuga. Jæja, þá skaltu líta allra nýjustu uppfinninguna. Hún gengur, já, það má. Nei, ég hef ekki áhuga. Ég heiti Burstal frá Burstal og Hill. Þú verður frá þér numinn. Varlega. Já, frá mér numinn. Ég heiti Goldsworthy Guthrie og þetta er vélin mín. Ekki sem verst. Ekki svo galið. Hún gengur vel. Fyrirtak, ungi maður. En hvað vill þetta fólk okkur? Niður með vélarnar. Herrar mínir. Eimreiðalögin kveða á að á undan vélknúnum farartækjum skuli fara gangandi eða ríðandi maður með rauðum fána. Heyr, hvílík heimska. Þessi lög eru þvættingur og standa í vegi fyrir framförum. Nokkrum árum síðar, eða 1833, var samþykkt lagafrumvarp Astleys Lávarðar þar sem bannað var að ráða börn undir 9 ára aldri í vinnu og vinnutími barna undir 13 ára aldri var takmarkaður við 13 stundir á dag og það aðeins í baðmullariðnaðinum. Þó unnu yfir 50.000 börn undir 13 ára aldri við vefnað í Englandi.
viljum vinnu og brauð. brauð og þokkaleg skilyrði. Vinnu og brauð og þokkaleg skilyrði. Vinnu og brauð. Vinnu og brauð. Vinnu og brauð. Segðu mér, hvað er fólkið að biðja um? Þetta er sendinefnd frá verkalýðsfélaginu. Það getur til ráðhúsins að krefjast bættra vinnuskilyrða fyrir handverksmenn. Já, þetta er hinn nýju siður. Þetta er óþolandi aðför að frelsi atvinnurekenda á vinnumarkanum. Við viljum vinnu og brauð og bætt skilyrði. Vinnu og brauð. Árið 1842 gengu í gildi lög í Englandi þar sem bannað var að ráða konur, stúlkur og drengi undir 10 ára aldri í vinnu við kolanámu. Í Frakklandi var nú bannað að ráða börn undir 8 ára aldri í vinnu. Þann 7. október 1829 var haldin í Liverpool samkeppni farartækja á járnbraut. Þetta segja bendir ekki til þess að þessi tæki komi nokkuð tíman að gagni. Nei. Út með hann! Burt með hann! Burt með hann! Úrleik, næsti! Við þekkjum nú þegar vél Burstals og Hills. Hvernig vegnar þeim nú? Úrleik, næstur! Þessi nefnist Engri lík eftir Mackworth. Og hún er Engri lík. Engri lík, úrleik! Nýjungin eftir Brathwaite og Eriksson. Sömuleiðis úrleik! Flaugin eftir Stevenson. Jæja, gamla mín, getum við treyst þér? Ég bið 30 menn að setjast upp í vagnin. Við eftir mér, afsakið, ég hef áhuga, ég vil kynna mér þetta. Settu hámarksþrýsting á. Bravo, stórkostlegt. Hurra! Þátttökuskilyrðin voru bundin við 10 mílna lágmarkshraða á klukkustund. Takið nú eftir. Stevenson komst upp í 30 mílna hraða á klukkustund. Fróði pantaði 2 flaugar hjá Stevenson og hélt til Frakklands þar sem dró til válegra tíðinda. Í júlí 1830 reistu menn götuvirki í París og kröfðust frjálslyndar í konungsstjórnar, en þá fór Karl X með völd. Þá gerðu Belgar uppreisn og lýstu yfir sjálfstæði þann 4. október. Kúgaðar þjóðir Evrópu tóku viðbragð. Járnbrautin varð ofan á í Englandi. En það var ekki átakalaust. Þetta raskar ró almennings. Kolaglóð kveikir í ökrunum. Já, og í híbílum okkar líka. Reykurinn eitrar fyrir búpenningnum. Og fólkinu. Þeir eru að byggja háaveggi svo þessar vítisvélar sjáist ekki. Ég mótmæli því að járnbraut verði lögð í námunda háskólans. Árið 1842 hugðist unga Viktoría drottning ferðast með lest. Þá urðu blaðaskrif fíldirísku drottningar sem gæti leitt til þjóðarógæfu. Hvílíkur hávaði! Árið 1837 var fyrsta járnbraut Frakklands vígð í París. Henni var ekki betur tekið en í Englandi. Áfram! Þetta verður aldrei annað en leikfangað og skemmtitæki handa Parísarbúum, sagði herra Thiers. Eimreiðarnar eiga eftir að springa í loft upp. Hvað sagði einn merkasti vísindabær þessa tíma, Arago? Og snöggar loftslagsbreytingar hafa banvæn áhrif á lungun. Þungaðar konur missa fóstur. Hermenn okkar verða kvenlegir. Iðnaður og vélvæðing umbylti efnahagskerfinu. Fólk fluttist úr sveitum til borga. Evrópubúum fjölgaði ört og atvinnuleysi jókst.
Get ég hjálpað þér, pabbi? Það tekur því ekki. Þá það. Ertu að drekka? Af hverju? Hvað er annað hægt að gera? Vinna? Nú á að leggja járnbraut hér í sveitinni. Þar fáum við nóg að starfa. Hvað ef að ég... Af hverju? Við erum nú járniðnaðarmenn. Já, það má þú reyna það. Góðan dag. Finnst þér ekki stórkostlegt að sjá svona margt vinnandi fólk? Ætlið þið að slást í hópinn? Það má vel vera. Hraðar! Hraðar! Hér iðar alltaf lífi. Stórkostlegt. Svona áfram með þig, klárinn. Áfram! Takið eftir, gætið ykkar, sprenging, sprenging, allir leiti skjóls. Flýtið ykkur í skjól. Menn okkar sprengdu burt stórgrýti sem var fyrir okkur. Fer lestin yfir þessa brú? Jæja, hér eru menn ráðnir. Til hægri, 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 hægri. Jæja, þá er það komið. Húrra, húrra, fyrir verkamönnunum. Því er lokið. Húrra! Húrra fyrir járnbrautinni. Húrra! Húrra, húrra. Úps, ég þakka kærlega. Húrra fyrir járnbrautinni. Nú er verkinu lokið, hvað tekur við hjá ykkur? Það vitum við ekki. Komið með mér, ég hef einhver ráð. Mér segir svo hugur að þið séu dugandi menn. Lúðvík Filippus var konungur Frakklands en í raun réð borgarastéttin ríkjum. Umbætur náði ekki fram að ganga og uppreisnir voru barðar niður af hörku. Og það hitnaði í kolum samfélagsins. Þarna er hún. Til þjónustu reiðubúin Fagramæl. Halló, halló, hó. Engar fréttur, svona vil ekki skoðast í maður fyrst. Jæja, þetta er ágætt og svona, já, búa til þetta bara svona sjálfur. Fagramæl má bjóða þér einkastígan minn. Jæja, við sjáum til svona, já, svona, já, ekki þetta svona, Flýtið ykkur, lestin er að fara. Járnbrautin haslaði sér völl þrátt fyrir alla ókostina. Ég spái því að landslag sem rennur hratt hjá orsaki bólgur í sjónhimnu.
Reykur og aska orsakar lungnasjúkdóma. Titringurinn veldur taugaveiklun og móðursýki meðal kvenna. Það er alltaf dragsúinlestum. Lítið á fínu teppin. Hver vill vasaklút til að þurrka sér hítan? Mig langar í einn. Þetta verða 30 súr. Gerðu svo vel. Lítið nú að þetta. Þetta er uppfinning aldarinnar. Með þessu getur maður verið eins og heima í stofu hjá sér. Nei, þið hafið engan áhuga. En hvað segir við um þetta? Sjáu þennan púða. Þetta styður við bakið. Ég ætla að fá einn. Jæja, má bjóða ykkur tebolla? Já, gjarna. Má bjóða þér. Og þér líka, en þér. Nei, ómögulega. Sjáum til. Og þetta. Lítið á við seljum einnig áfengi. Tískuvarning fyrir herra. Handspegla og sælgæti. Allt fyrir dömuna. Teygjanleg axlabönd. Krullujárn og kökur. Sultur. Hjá mér fæst allt í heiminum. Svona. Svona, já. Svona. Ahá. Þá er það komið. En ég er ekki viss um að þetta takist. Nú veit ég. Svona og svona. Nú hlýtur það að takast. Árið 1842 kom hestaspárvagnin fram á sjónarsviðið. Nei, hvað er nú að? Svona, hvað er að gerast? Bannsett vélinn, bannsett. Hvað var nú að? Best að hafa vaðið fyrir neðan sig. Já, það er nú alltaf viðbúinn. Það er ég. Bless, bless. Góðan dag! Halló! Góðan dag, stundvísin ofar öllu, kæru vinir. Árið 1847 ríkti hungursneyð. Á Írlandi létust 100.000 manna af völdum hennar. Fjölmargir fluttu frá Englandi til Ameríku og Ástralíu. Mikil ókyrrð var á Ítalíu og í Frakklandi. Í Sviss var borgarastyrjöld sem leiddi til stjórnarbóta. Fyrsta þing kommunista var haldið í Lundúnum. Þar sömdu Marx og Engels ávarp sitt. Öreigar allra landa sameinist. Hey, hurra, hurra! 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 Hei! Árið 1848 hafnaði Frakklandsstjórn enn öllum umbótunum. 23. febrúar 1848 var gerð uppreisn í París. Við endurreisum lýðveldið. Konungur afsalaði sér völdum og flúði. Annað lýðveldið var stofnað. Borgarar, saman getum við skapað sanngjarnt og réttlátt þjóðfélag. Andartak. Borgarar, rauði fáninn hefur aðeins farið marsvöllin. Þrílíti fáninn hefur farið heiminn með orðstýr og frelsi þjóðarinnar. Heyr, vel mælt. La 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 la. Á örfáum dögum fór uppreisnarandinn eins og eldur sinu þýskuríkin Baden, Hesse, Nassau, Württemberg, Saxland og Hamborg. Í marsbyrjun kröfðust Ungverjar og Tékkar sjálfstæðis.
Þann 18. mars kom til átaka í Mílanó, Feneyjum, Palermo og Modena. Sama dag risu götuvirki í Berlín. Það voraði snemma og Evrópuþjóðurnar stóðu í blóma. Austurríkiskeisari flúði til Tíról en herinn hélt tryggðiðan og hófst brátt handa. Þann 17. júní náðan Prag aftur. Þann 25. júlí beið her Norður-Ítalíu ósigur. Í ágúst sigraði Austurríkisher ungverska uppreisnarmenn með fulltingi rússneska hersins. Þeir náðu Vínarborg í október. Í Frakklandi mynduð borgaraleg andsósíalístísk stjórn. Verkamenn gerðu uppreisn en hún var bæld niður með hörku. Við krefjumst réttar okkar, verkamenn líka! Frá 22. til 27. júní stóðu blóðug átök milli verkamanna og laganna varða. Þúsundir féllu. Harðar aðgerðir fylgdu í kjölfarið. Fram að þessu höfðu borgarar og verkamenn staðið sömu megin götuvirkjana, en nú varð breyting á. Nýja stjórnarskráin tryggði ekki rétt til atvinnu, menntunar eða samtryggingar, en hafði alþýðan verið svipt réttinum til að mótmæla. Hvers vegna? Vegna þess að það voru einkum verkamenn í borgum sem mótmæltu og það vætti ugg meðal alþýðu til sveita sem kaus meirihluta þingmanna. Ég vinn lýðveldinu hollustu eið. Auk þess var vígur meðal hinna mismunandi þjóðarbrota sem nú komu fram. Fræjunum var sáð. Og árin liðu. Bless! Komdu fljótt aftur! Halló, halló! Pabbi! Leyfilegur hámarkshraði var nú 100 kílómetrar á klukkustund. Petra, hvar ertu? Petra, Petra! Ég hérna, mamma! Almáttugur! Útbreiðsla járnbrautarnetsins var óstöðvandi. Árið 1856 var Napóleon III keisari Frakka. Hinn snjalli Cavour skipaði konu sendiherra og skildi hún afla sjálfstæðisbaráttu Ítala stuðnings. Keisarinn var kurteismaður og brást vel við. Árið 1856 fannst hauskúpa í Neandertal í Vestfalíu. Hvort var hún úr manni eða apa? Kirkjunni var misboðið. Árið 1859 birti Darwin rit sitt uppruna tegundana. Það olli fjaðrafólki. Nú, segðu mér herra, hvort var api, afiðinn eða ammaðinn? Ítalía hlaut sjálfstæði með stuðningi Napóleons III. Cavour, Garibaldi og Victor Emmanuel annar urðu frelsishetjur þar í landi. Elska mín. Enn skiptist Þýskaland í 38 ríki. Þess var skammt að bíða að Bismarck sameinaði það með eldi og blóði. Lincoln var forseti Bandaríkjanna í þrælastríðinu. Á Englandi stóð Viktoríutíminn sem hæst undir forsæti Palmerstons. Járnbrautin hélt áfram sigurför sinni heiminn. Reynist fjöllin ókleif, eru boruð göng. Árið 1864 fundist hellismyndir í Dordogne. Nú var ljóst að annað hvort voru þær verk listræns apa
eða að menn og mammútar hefðu verið uppi á sama tíma. Karl Marx birti svo ritið Das Kapital. Ameríkujárnbrautin, teinarnir lágu samhliða án þess að mætast á 300 km kafla. Brautirnar tengdust árið 1869. Sama ár fann Belginn Gram upp rafalinn. Rafvæðing var á næsta leiti. Árið 1870 hófst styrjöld milli Frakka og Þjóðverja að frumkvæði Bismarcks. Sameining Þýskalands í eldi og blóði. Eftir ósigurinn tók Parísarkommúnan við. Þar varð meira mannfall en í allri frönsku byltingunni. Árið 1876 fann Graham Bell upp símann. Það tók innan við öld að leggja 400.000 kílómetra járnbrautarnet Evrópu, yfir 1.000.000 kílómetra járnbrautarnet jörðina alla. Járnbrautin varð æðakerfi jarðar. Gæti það stuðlað að einingu meðal þjóða?